Eftir hraðan viðsnúning frá kreppu til þenslumerkja teljum við að framundan sé aðlögun að betra jafnvægi á mörgum sviðum í hagkerfinu. Íslenska hagkerfið komið á bullandi skrið eftir kórónukreppuna 2020. Hagvöxtur var 4,4% í fyrra og þar vó vöxtur eftirspurnar þungt. Studdur að hagstjórnarviðbrögðum stjórnvalda, batnandi ástand á vinnumarkaði og almennt traustum efnahag heimila og fyrirtækja. Útflutningur tók einnig nokkuð hressilega við sér en á móti var innflutningsvöxtur hraður. Já, við spáum því að hagvöxtur mælist 7,3% á þessu ári, en svo mikill hefur hagvöxtur ekki verið hér á landi í 15 ár. Við teljum að enn meiri kraftur færist í útflutningsvöxtinn sem verður helsta rót hagvaxtar á seinni helmingi ársins. Á næsta ári spáum við að hagvöxtur verði 2,2% og þann vöxt má sömuleiðis að miklu leyti þakka auknum útflutningi en mjög dregur úr vexti innlendra eftirspurnar á milli ára. Á lokaári spátímans árið 2024 spáir 2,4% hagvexti en þá verður farið að draga talsvert úr útflutningsvextinum en á sama tíma tekur við neysla og fjárfesting við sér á nýjan leik. Það þarf varla að taka það fram að auðvitað enn talsverð óvissa hagþróunina á komandi misserum. Þar má til að mynda nefna áhrif Úkraínustríðsins og áhrif mikilla verðbólgu og hækkandi vaxta og eftirspurn í helstu viðskiptalöndum okkar. Hér innanlands ráða komandi kjarasamningar talsvert miklu þróunina ásamt því hversu mikið aðhald Seðlabankans verður. Eftir 2 erfið ár í ferðaþjónustunni hefur hagur greinarinnar vænkast mjög hratt að undanförnu. Fyrstu 8 mánuði ársins kom 1,1 milljón ferðamanna hingað til lands, en svo mikið af ferðafólki hefur ekki sótt okkur heim á sama tímabili frá árinu 2019. Útlitið fyrir komandi fjórðunga gott, þó óvissa sé vissulega til staðar varðandi þróun mála út í heimi. Við spáum því að 1,7 milljónir ferðamanna sæki landið heim á þessu ári og gangi spá okkar eftir það svipaður fjöldi og var hér fyrir 6 árum síðan. Á næsta ári gerum við ráð fyrir 2 milljónum ferðamanna og 2,2 milljónum árið 2024. Endurkoma ferðaþjónustunnar sem lykil útflutningsgreinar skýrir bróðurpart af þeim 21% útflutningsvexti sem við spáum í ár. Auk þess útlit fyrir talsverðan vöxt í útflutningi hugverka og annarra þjónustu. Þá horfur á hóflegum vexti í vöruútflutningi. Þar vegast á annars vegar stóraukin útflutningur á til dæmis loðnu, eldisfiski og kísilmálmi, ásamt lítilsháttar aukningu í álútflutningi, en hins vegar samdráttur í útflutningi botnfisktegunda, sér í lagi þorsks. Áframhaldandi fjölgun ferðamanna svo stærsta ástæða tæplega 6% útflutningsvaxtar á næsta ári og tæplega 4% vaxtar árið 2024. Auk þess gerum við ráð fyrir vaxandi útflutningi eldisfisks, áls og annarra iðnaðarvara ásamt auknum útflutningstekjum af hugverkanotkun, svo nokkuð sé nefnt. Innflutningur jókst alls ríflega 15 á síðasta ári og útlit fyrir svipaðan vöxt í ár. Hraður innflutningsvöxtur endurspeglar stórum hluta innflutta neyslu og fjárfestingu, en einnig vaxandi aðfangaþörf útflutningsgreina. Þó hægir á vexti innflutnings á fjárfestingar og neysluvörum á seinni helmingi ársins eftir hraðan vöxt á fyrri árshelmingi. Stórauknar tekjur á útflutningi vega hins vegar væntanlega upp vaxandi útgjöld vegna innflutnings á seinni helmingi ársins, enda herðir á útflutningsvexti á sama tíma á hægir á vexti innlendrar eftirspurnar. Þá hefur verð á sjávarafurðum hækkað umtalsvert og verð á innfluttum vörum að borð við eldsneyti, málma og matvæli hefur lækkað nokkuð að nýju eftir mikla hækkun fyrir árinu. Útlit fyrir að viðskiptahalli mælist 1,5% í ár, en á seinni hluta spátímans gerum við aftur á móti ráð fyrir viðskiptaafgangi upp á 1% af landsframleiðslu árið 2023 og 2,4% árið 2024. Það veltur svo meðal annars á þróun raungengis og viðskiptakjara þegar frá líður hvort viðskiptajöfnuðurinn verður áfram hagfelldur. Hreinar erlendar eignir þjóðarbúsins nema nú tæplega fjórðungi af landsframleiðslu og rennir sú staða afar mikilvægum stoðum undir krónuna og hagkerfi allt. Staðan hefur þó rýrnað frá áramótum í takti við dýfu á erlendum verðbréfamörkuðum en sæki vonandi í sig veðri á ný á komandi misserum. En snúum okkur að innlendu eftirspurninni. Væntingar stærstu fyrirtækja landsins bötnuðu talsvert í fyrra í kjölfar faraldursins og á árinu 2021 óx heildarfjárfesting atvinnuvega rúmlega 19% frá árinu undan. Væntingarnar hafa nú dalað talsvert frá því fyrra þar sem bæði stríðið og mikil verðbólga á heimsvísu hafa væntanlega mikil áhrif.
Það er nefnilega talsverð fylgni á milli væntingastjórnenda og vaxtar eða samdráttar í atvinnuvegafjárfestingu. Mælingar Gallup á væntingum stjórnenda renna því stoðum undir þá skoðun okkar að talsverður vöxtur verði í fjárfestingu atvinnuvega á næstunni, en síðan hægi á fjárfestingunni þegar lengra líður á spátíman. Fjármunamyndun tók myndarlegan vaxtarkipp á síðasta ári eftir 2 ára samdrátt. Í heild nam vöxturinn ríflega 12% á árinu 2021 og hefur hann ekki verið hraðar í 5 ár. Afar myndarlegu vöxtur var bæði í fjárfestingu fyrirtækja og hins opinbera, en íbúðafjárfesting skrapp hins vegar saman rúm 5%. Í ár eru horfur á fjárfesting atvinnuvega að vaxi áfram nokkuð myndarlega. Slík fjárfesting óx rúm 12% á fyrri helmingi ársins og hagvísar gefa tóninum áframhaldandi vöxt út árið. Íbúðafjárfesting er líka loksins að taka við sér á ný eftir samdrátt á fyrri helmingi ársins og horfur eru áframhaldandi hóflegum vexti í fjárfestingu hins opinbera út árið. Á næsta ári verður íbúðafjárfesting hins vegar einum hituna hvað vöxt varðar. Útlit er fyrir samdrátt í atvinnuvegafjárfestingu, meðal annars vegna hækkandi vaxta og dvínandi væntinga rekstrarumhverfi fyrirtækja. Þá lítur út fyrir nokkuð samdrátt í opinberri fjárfestingu á komandi ári. Lokaárspárinnar einkennir svo að hóflegum vexti í fjárfestingu einkaaðila á meðan fjárfesting hins opinbera skreppur lítillega saman. Við spáum því að fjárfesting vaxi í heild rúm 10% í ár, standi nást í stað á næsta ári en vaxi rúm 2% árið 2024. Það hefur verið mikið fjör á íbúðamarkaðnum undanfarið misseri og mælist árshækkun á landinu öllu 25% og hefur ekki verið meiri á þann mælikvarða síðan 2006. Viðsnúningur á íbúðamarkaði er þó hafinn og nú sér fyrir endan á það miklu hækkunum sem hafa einkennt markaðinn síðustu fjórðunga. Fyrstu merki þess að íbúðamarkaður væri farin að kólna litu dagsins ljós í júlí þegar íbúðaverð hækkaði töluvert hægar en mánuðina undan. Í ágúst lækkaði vísitala íbúðaverðs svo á milli mánaða í fyrsta skipti frá því nóvember 2019. Framboð íbúða samanstendur að mestu að eldri eignum í endursölu en ekki nýbyggingum sem gefur til kynna að markaðurinn sé ekki að hægja á sér vegna aukins framboð nýrra eigna heldur vegna minni eftirspurnar. Aðgerðir Seðlabankans virðast því vera að hafa áhrif en hann hefur bæði hækkað vexti og hert á lánaskilyrðum á nýjum íbúðalánum. Við spáum því að íbúðaverð muni kólna allhratt á næstu mánuðum og verði vonandi í vissu jafnvægi í byrjun næsta árs. Við teljum að raunverð íbúða hækki tæplega 12% á þessu ári en nú þegar hefur svo hækkun að mestu leyti komið fram. Raunverðshækkunin verður svo tæplega 1% á næsta ári og stendur loks í stað árið 2024. Það gæti farið svo að sveiflur verða á markaði og verð lækki til skemmri tíma, en til lengri tíma litið mun íbúðaverð þróast í takti við annað verðlag samkvæmt spá okkar. Atvinnuleysi hefur hjaðnað mjög hratt frá því það varð sem mest í miðjum faraldri. Í ágúst síðastliðnum mældi skráð atvinnuleysi 3,1% og er nú á svipum slóðum og í byrjun árs 2019 fyrir fall flugfélagsins WOW Air. Vinnumarkaðurinn hefur jafnað sig merkilega hratt. Hraður efnahagsbati hefur orðið til þess að störfum hefur fjölgað mikið og atvinnuleysi hjaðnað jafn hratt á raun ber vitni. Við spáum því að atvinnuleysi mælist að meðaltali 3,8% á þessu ári. Ef eitthvað virðist skortur á starfsfólki frekar vera vandamál en hitt. Samkvæmt könnun Gallup meðal 400 stærstu fyrirtækja landsins telja 54% stjórnenda að skortur sé á starfsfólki. Þetta helst við í greinum á borð við byggingarstarfsemi og ferðaþjónustu. Þetta hlutfall hefur aðeins einu sinni mælst hærra og það var árið 2007. Laus störf virðast í auknum mæli vera fyllt af erlendu starfsfólki og ætla má að fjöldi þess aukist enn á næstunni ef marka má mikla þörf fyrir starfsfólk í okkar helstu atvinnugreinum. Atvinnuleysi er nú þegar í sögulegu meðaltali og við teljum að það verði á svipum slóðum á spátímanum. Við spáum að atvinnuleysi verði að jafnaði rúmlega 3% árið 2023 og 3,5% árið 2024. Einkaneysla hefur svo sannarlega tekið hressilega við sér eftir faraldurinn. Í fyrra jókst hún 7,7% á raunvirði og var því orðin meiri en árið 2019. Á fyrri helmingi þessa árs hefur einkaneyslan svo vaxið enn hraðar eða 11%. Nýlega kortaveltutölur benda til þess að vöxturinn verði einnig mjög myndarlegur á þriðja ársfjórðungi og enn eru engar vísbendingar að rýrnun kaupmáttar launa hafi haft áhrif á vöxt einkaneyslunar.
Kaupmáttur launa er nefnilega farin að rýrna og líklegt er að sú þróun haldi áfram á næstunni eða þar til verðbólga hjaðnar verulega. Það hlýtur að koma því að það hægi á vextinum og við teljum að það gerist strax á lokafjórðungi þessa árs. Við spáum að vöxtur einkaneyslu verði næstum 9% á þessu ári, á næsta ári verður hann 2%, en þá hafa heimilin gengið nokkuð á sparnað sinn. Árið 2024 þá spáum við tæplega 3% vexti samhliða hjöðnun verðbólgunnar. Eftir tæplega 3% styrkingu krónu árinu 2021 hélt gengi krónu áfram að hækka 7% að jafnaði á fyrstu 5 mánuðum þess árs. Frá júnibyrjun til ágústloka lækkaði gengi krónu hins vegar aftur 5%. Aukin stöðutaka með krónu í gegnum framvirka samninga átti líklega talsverðan þátt í styrkingunni frá ársbyrjun til maíloka, þrátt fyrir talsverðan viðskiptahalla á tímabilinu. Þar með er hluti þeirra styrkingar sem annars hefði fylgt gjaldeyrisinflæði síðar árinu líklega þegar komið fram. Í sumar var auk þess gjaldeyrisútflæði vegna fjárfestinga talsvert. Seðlabankinn hefur dregið verulega úr inngripum á gjaldeyrismarkaði undanfarið, en grípur þó til inngripa þegar tímabundið ójafnvægi verður á markaði, sér í lagi ef flæði tengt fjárfestingum er að ræða. Horfur utanríkisviðskipti á næstunni hafa heldur dökknað frá því maíspá okkar kom út. Því er meðvindur með krónunni væntanlega ekki jafn sterkur á komandi misserum og við væntum áður. Þó er viðskiptagangur í kortunum þegar fram í sækir, vaxtamunur er talsverður, erlend staða þjóðarbúsins er sterk, vaxtar horfur betri en gengur og gerist í það erlendis og verðbréfaeign erlendra aðila fremur lítil. Á móti vegur meðal annars að erlendar fjárfestingar lífeyrissjóða verða væntanlega talsverðar næstu misseri. Þjóðhagslegum sparnaði umfram fjárfestingu er þannig í raun ráðstafað að stórum hluta til kaupa á erlendur langtíma eignum. Verulega óvissa er alltaf stærð og tímasetningu gengishreyfinga, en í spánni er gert ráð fyrir að krónan verði 6% sterkari í lok spátímans en hún var í lok ágúst síðastliðins. Raungengið verður þó orðið svipað á árið 2018 og 19. Þá víkur sögunni að verðbólgunni sem hefur verið á allra vörum upp á síðkastið. Hún náði toppi í júlí síðastliðnum þegar hún mældist 9,9% og hafði þá ekki mælst meiri í 13 ár. Við teljum að hærra fari hún ekki og nú fari hún loksins að hjaðna. Í ágúst hjaðnaði árstaktur hennar í 9,7% og útliti fyrir að hún haldi áfram að þeirri braut. Helsta ástæða þess að verðbólga er líkleg til að hjaðna er að íbúðamarkaðurinn er farin að kólna allhratt, auk þess sem útliti fyrir að innflutt verðbólga verði eitthvað minna en upp á síðkastið. Þó verðbólga sé líklega að þokast í rétta átt er enn langur vegur framundan og talsvert að verðbólga nái 2,5% verðbólgumarkmiði Seðlabankans. Við spáum því að verðbólga verði að meðaltali 8,1% á þessu ári, 6,3% á næsta ári og 3,9% árið 2024. Það lítur út fyrir það að verðbólga verði talsvert yfir markmiði allan spátíman. Helstu forsendur þess að þetta gangi eftir eru að íbúðamarkaður verði tiltölulega rólegur og hægja muni á innfluttu verðbólgunni. Auk þess fylgir talsverð óvissa þeim kjarasamningum sem losna nú í vetur. Seðlabankinn hefur brugðist við versnandi verðbólguhorfum og vaxandi þrótti í efnahagslífinu með hækkun stýrivaxta frá maí í fyrra. Stýrivextir eru nú 5,5% og hafa hækkað 3,5% frá ársbyrjun. Raunstýrivextir eru þó enn lágir á alla mælikvarða og neikvæðir á suma þeirra. Seðlabankinn hefur gefið skýrt í kynna að frekari hækkun vaxta sé líklega á næstunni í því skyni að koma böndum á verðbólgu, halda aftur af verðbólguvæntingum og ýta raunstýrivöxtunum nokkuð yfir núllið. Verðbólga og verðbólguvæntingar hafa þó heldur látið undan síga frá síðustu vaxtaákvörðun bankans. Við spáum því að stýrivextir hækki nokkuð í viðbót á lokafjórðungi þessa árs og verði í kringu 6% í árslok. Í kjölfarið áætlum við að vöxtum verði haldið óbreyttum fram á mitt næsta ár, en vextirnir taki að lækka að nýju á seinni helmingi þess árs. Og mjakist í átt að jafnvægis raunvöxtum sem einhverstaðar eru á bilinu 1–1,5%. Það þýðir að stýrivextir gætu verið komnir nálægt 4,5% undir lok spátímans, þótt óvissa sé auðvitað mikil þegar lengra er skyggnst fram á veg. Frekari stýrivaxta hækkun virðist þegar vera verðlög inn í langtímavexti. Langtíma grunnvextir eru nú á bilinu 5,3–5,7% en á bilinu 1,3–1,4% sé miðað við raunvexti. Við teljum líklegt að hækkun langtímavaxta sé að mestu komin fram. Og þegar stýrivextir hafa náð hámarki og útliti fyrir að styttist í lækkun þeirra,
gerum við ráð fyrir að langtíma vextir þokist niður á nýjan leik og verði í lok spátímans í kringum 4,5% í tilfelli nafnvaxta en í námunda við 1,3% raunvexti. Svo við tökum saman það helsta. Eftir myndalegt vaxtarskeið undanfari 1,5 ár eru horfur á talsvert hægari hagvexti sem verður á stórum hluta keyrður áfram af útflutningi. Aukin útflutningur ýtir viðskiptajöfnuðinum að nýju við núllið á komandi misserum og styður þar með við krónuna á næstu árum. Atvinnuástand verður áfram gott og horfur eru á því að kaupmáttur vaxi að nýju á komandi árum. Hægari hækkun húsnæðisverðs og minni innflutt verðbólga leiða til þess að verðbólga hjaðnar allhratt en verður þó yfir verðbólgumarkmiðinu næstu 2 árin. Vaxtahækkunarferli Seðlabankans er líklega á lokametrunum og vextir gætu farið að lækka að nýju á næsta ári.